Engibjörg, hvernig bara fyrstu viðbrögð við þessum skrýtna leik? Nei, þú veist, ég er alveg stolt af liðinu að við náum að koma tilbaka en aðalega svekkt yfir að við höfum byrjað leikinn svona. Ég skil ekki hvað var í gangi og þetta er bara óboðlegt hjá okkur. Þessar fyrstu 20-30 mínútur í leiknum, bara svona hvað fyrir gegnum hausinn á þér, þetta var ekki gott. Nei, þú veist, ég eiginlega vissi ekki hvað ég ætti að gera og hvernig ég getum lagað þetta. Mér varst bara að pressan var ekki að setja og við náðum aldrei að klukka þær og vantaði bara allt intensity og alla orku sem við töluðum fyrir leika við þurftum að vera með. Og síðan, já, náðum við alveg að koma okkur inn í þetta, náðum að pressa þær og síðan komu Dagný og Munda inn með ótrúlega góða orku líka og gerði ótrúlega vel og mikilvægt fyrir okkur að fá þær á þeim tímapunkti til þess að svona setja algjörlega orku inn í leikinn. Þetta er kannski svona gott wake-up call bara einhvern veginn að sérst hvað gerist ef leikmenn mæti ekki til leiks fyrstu 20 mínútur. Já, þú veist, þetta er wake-up call fyrir okkur þetta er að við vitum alveg betur en seis en við þurfum að sýna, við þurfum að vera með basic atriðin á hreinu, við þurfum að vera með baráttuna, bara taka ábyrgð og spila varnarleikinn eins og við erum þekkta fyrir. Og það var ekki til staðar og þá verður bara þjálfarinn að gera breytingar og ég verið það alveg en hann hefði svo sem getað tekið alveg margar út af vellinum en það voru þær tvær sem voru fyrir valinu. Þið farið inn í búningsklefa í hálfleik, hvað er það að hugsa og hvað gerist í hálfleik? Það var svolítið gott að fá fyrsta markið og þá förum við aðeins svona jákvæðari inn í hálfleikinn og náðum aðeins að ná okkur niður svo það, maður var alveg vel pirraður hana. En við bara ákveðum að við ætlum að þétta okkur og komast upp í pressuna, íta kanturinn okkar hærra og gera það bara almennilega. Í lokin væntanlega bara svolítið svekkt að ná ekki að taka 3 stig. Já, mjög svekkt. Við erum betri lið eins og segja en við þurfum að sýna og við mætum ekki í byrjun þá var efstæð okkur svona góð lið. Þannig við þurfum bara að segja til þess að þetta gerst ekki aftur. Karolína með þrennun og bara nokkur orðum hana framistuð. Nei, bara ótrúlega gott að fá Karolínu eins og hún er best og hún heldur okkur í þessu í dag og er ótrúlega mikilvæg og sýnir hversu mikilvæg leikmaðurinn er fyrir okkur. Það er ekki bara að ganga vel.